Í Orðskuðunum 16. kafla 32. versi segir: Sá sem er seiddi reiði er betri en kappi, og sá sem stjórnar geði sínu betri en sá sem vinnur borgir. Hann hefur sigrað sjálfið, sterkasta óvinnin sem maðurinn þarf að mæta. Sjálfstjórnin er hinn æðsti vitnisburður göfuleika hins kristna. Sá sem getur staðið eins og klettur í stormi aðdráttana er ein af hetjum Guðs. Sá sem hefur lært að stjórna geði sínu mun hefja sig yfir móðganir, vonbrigði og skapraun sem við verðum daglega fyrir, og þetta mun hætta að skyggja á. Það er tilgangur Guðs að hinn konunglegi máttur helgaðra skynsemi undir stjórn guðlegra náðar ráði í lífi mannlegra vera. Sá sem stjórnar geði sínu á þennan mátt. Sú kona eða sá maður sem hefur jafnvægi hugans þegar freistingin býður að láta undan ástríðunni stendur hærra fyrir augliti Guðs og himneskra engla en hinn frægasti herforingi sem leiddi her til orustu og sigurs. Það sem kristnir menn og konur þarfnast er kristin hetjuskapur. Orð Guðs lýsir því yfir að sá sem stjórni geði sínu sé betri en sá sem vinni borgir. Að stjórna geði sínu þýðir að halda sjálfinu undir oki agans. Þeir þurfa í einlægni að leitast við að flytja inn í líf sitt þá fullkomnun sem sést í lífi frelsarans, svo þeir verði viðbúnir að ganga inn hlið inn í borg Guðs þegar Kristur kemur. Guð býr í hjartanu og kærleikur hans ríkir þar. Þegar mikið er af kærleika Guðs og návist í hjartanu mun það veita kraftir sjálfstjórnar og móta og mynda hugan og lundernið. Náð Krists í lífinu mun beina takmörkum okkar, tilgangi og hæfileikum í þann farveg sem mun veita siðferðislegan og andlegan kraft sem æsku fólki mun ekki þurfa að skilja eftir í þessum heimi, heldur sem það getur tekið með sér til himna og haldið ókomnar aldir. Að skilja hvers vegna við ættum að vera sein til reiði er ein dýrmætasta lexían sem við getum lært í kristnu lífi. Seinleiki til reiði er einn af eiginleikum Guðs. Náðugur og miskunnsamur er Drottinn, þolinmóður og mjög gæskuríkur. Þegar við förum að skilja hvers vegna við ættum að vera sein til reiði, getum við byrjað að æfa þolinmæði í samböndum okkar. Jakob kenndi trúuðum ekki aðeins að hlusta á orð Guðs, heldur að koma því í framkvæmd. Hann sagði: Viti bræður mínir elskaðir, hver maður skuli vera fljótur til að heyra, seinn til að tala, seinn til reiði. Því að reiði manns ávinnur ekki það sem rétt er fyrir Guði. Leggi því að hvers konar sörleik og allar vonsku og taki með hóvarð á móti hinnu gróðursetta orði ef frelsa getur sálur yðar. Vitur kristinn maður er sá sem hlustar á Guð og hlýðir og hlustar á aðra, íhugar vandlega það sem hann heyrir og svarar síðan með varlega völdum orðum. Reiði mannsins er sóun á orku, hún er knúin áfram af eigingirni og metnaði og skapa sundrungu meðal bræðra og systra í Kristi. Reiðin mun ekki framkalla það réttlæti sem Guð þráir, en svo speki sem á ofan er, hún er í fyrsta lagi hrein, því næst friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, full miskunnar og góðra ávaxta, óhlutdræg, hræsnislaus. Þegar við bregðumst við í reiði, getum við valdið meiðslum. Þegar við höldum fast í reiðina, ölum við á ófyrirgefningu. En hóværð og þolinmæði skapa pláss fyrir lækningu og sátt í samskiptum okkar. Heimskingin úthellir allri reiði sinni, en vitur maður sefar hana að lokum. Ef við viljum sýna skynsemi, visku og hyggindi í lífi okkar, lærum við að vera sein til reiði og æfa þolinmæði í samskiptum okkar við aðra. Biblían varar okkur ótvírætt við að losa okkur við reiði og veita hvort öðru náð og miskunn. En þú, Drottinn, er miskunnsamur og líksamur Guð, þolinmóður og gæskuríkur og harla trúfastur. Það er þolinmæði Drottins, seinleiki hans til reiði, sem gerur okkur kleift að komast til hjálpræðis.
Við ættum alltaf að vera meðvituð og þakklátt fyrir náðsama og miskunnsama þolinmæði Drottins, því án hennar værum við ekki hólpin. Ekki Drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir áliti það seinlæti, heldur hann langlyndur við yður, þar sem hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til iðrunar. Það þolinmæði Guðs sem seinkar endurkomu Krists og endalokunum. Það náð og samúð hans sem heldur aftur að reiði hans og heldur dyrum opnum fyrir syndara til að iðrast. Ótrúleg þolinmæði Drottins og kærleikur til mannkins gerir þeim sem hafa ekki enn iðrast tækifæri til að frelsast. Guð notar tíma og þolinmæði til að þjóna tilgangi náðar hans, og þar sem Guð okkar settir reiði og ríkur af náð í okkar garð, ættum við þá ekki að líkja eftir eðli hans í því hvernig við komum fram við aðra.